Velkomin aftur í föstudagsþáttinn. Við ætlum að enda þáttinn á því að fá til okkar hvorki meira né minna en nýkjörinn listamann Garðabæjar. Vertu hjartanlega velkomin María Magnúsdóttir. Takk hérlega. Þetta bara nýtilkomið, er það ekki? Jú, þetta bara var núna fyrir nokkrum vikum, þá fekk ég þessa útnefningu. Til hamingju, þetta er ekkert smá. Þetta er ekkert lítið, sko. Björgvin Halldórsson í Hafnarfirði og þú í Garðabæ. Já, ég geti verið svolítið ung fyrir að fá til þennan titil, en ég er bara heimilifandi. Og hvað hefur unnið til að fá svona titil? Segðu okkur aðeins frá þér. Ég er búin að vera í tónlist núna í svona 10 eða 15 ár, allavega, og Byrjar í tónlistarskóla Garðabæjar? Já, byrjaði í tónlistarskóla Garðabæjar og skólakór Garðabæjar. Ég held að kór sé eitt af því besta svona tónlistaruppeldi sem að krakkar geta fengið. Og á hvað hljóðfæri lærðu þá? Ég lærði fyrst á píanó og svo fór ég í klassikansöng. Og fljótlega eftir það, þá fór ég í tónlistarskóla FIH. Þar sem var svona þetta var eini tónlistarskólinn þá sem að kendi ryþmíska tónlist. Þannig að maður gæti verið í söng sem var ryþmísku söngur, svona pop og rock. Og þar kláraðu bara fyrir stuttu eða hvað? Nei, ég útskrifaðist þaðan 2008, með kennarapróf líka, úr söng sem sagt. Gaf út fyrstu plötuna mína hérna á Íslandi 2009, Not Your Housewife, ég gaf hana undir nafninu María. Not Your Housewife? Já. Ok, töff. Svona R&B soul, svona bara popplata, aðgengileg, flott. Með efni eftir þig þá eða? Já, allt eftir mig. Já. Þannig að ég er svona dáist að ungu mér hann að bara henda mér í þetta og gera þetta. Svo fór ég út í nám. Meira söngnám þá? Já, og tónlistar bara yfirgrips meira tónlistarnámi. Þannig ég lærði jazzsöng og tónsmíðar í Konunglega listaháskólanum í Haag. Bjó í Holland í 5 ár. Okay. Og svo fór ég yfir til Englands og tók master í Popular Music. Í Popular Music, ok. Það er að taka master í því. Það er að taka master í því. Í Goldsmiths University of London. Já. James Blake útskrifaðist með bachelor af sömu deild. Vá. Yfir þeim skóla, þannig að það er ekki. Og margir rosalega flottir, stórir artistar sem hafa útskrifast þaðan, sko. Það er gaman að vera í þeim hópi, sko. Og þetta ert að klára hvenær? Þetta er bara núna fyrir útskrifast í 2016. Já. Og komstu þá beint heim? Já, ég var svona að velta fyrir mér, þegar ég flutti til Englands, þá var ég alveg bara með plötu í hjartanu. Já. Plötu í sálinni, sem að varð að fara að komast út, sko. Já, fullt af nýju efni þá. Fullt af nýju efni og þetta var svona mjög víðtækt, af því að í Hollandi hafði ég verið að skoða svolítið svona klassískar útsetningar og útsetti fyrir stærri hljómsveitir og að semja náttúrulega og svo fer ég til Englands og þar er einhvern veginn svona meiri ólga einhvern veginn í að vera í London. Það er svo hröð borg og hún er eitthvað svo, þú veist, æst eitthvað. Þannig að þá fer ég að skoða hvernig ég get komist hjá stóru hljómsveitinni og verið kannski ein á sviði. Þá fer ég að vinna miklu meira í elektróník og fer að spila svolítið mikið í London bara með lögin mín í svona minni útsetningum. Til þess síðan að setja þetta saman, þessar útsetningar og elektróníkina í plötuna sem ég gerði í London. Þannig að þú ert búin að gefa út aðra plötu? Já. Þannig að platan sem ég gaf út núna fyrir jól heitir Sinking Island og listamannsnafnið er Mimra. Og það er núnast á tónleikaferðalagi sem ber þennan titil Mimra. Já. Og þú varst með tónleika hér í gær. Já, Græna hattinum í gærkvöldi. Já, og ekki gaman? Jú, ég er alveg. Jú, það var æðislegt, það var rosalega skemmtilegt. Ég hef aldrei spilað á Græna hattinum. Nei, hann er geggjaður. Þannig að, já, bara æðislegt sound og við vorum bara mjög ánægðar. Já. Og hvað er hljómsveitin stór? Herra, við erum 3. Já. Þannig að með mér fekk ég í þetta skipti, við köllum þetta Mimra Road Trip Tour. Já. Af því við erum að ferðast með tjaldvagn og hjólhýsi. Já, og vorum bara tjaldstæðin í nótt. Já, vorum bara tjaldstæðin í nótt. Reyndar fengum gistingu fyrir 2 sem voru í fellihýsinu af því að það átti jafnvel að fara niður í 0 gráður. Já. Okay. Útlendingar eru bara í alvörunni. Og er þetta útlenskir krakkar sem er með? Jara vinkonu mín, já. Hljómsveitin er sem sagt Silvía vinkonu mín sem býr í Amsterdam með íslensk. Og Jara sem er frábært söngvaskáld, geggjaður gítarleikari frá Hollandi. Okay. Og svo er maðurinn hennar Silvíu með líka sem er frá Kólumbíu og honum finnst mjög kalt. Já, ég skil það. Hvað er túrin langt komin? Eru þið rétt að byrja? Þetta var 50 tónleikarnir í gærkvöldi af 11. Og hvert farið þið næst? Næst erum við að fara á Blönduós í kvöld og Hólmavík á morgun.
Þannig að það bara Og svo ætlar að taka keyrsla. lagið fyrir mig núna í lok þáttar og Já. það frábært, ég hlakka til að heyra. Takk fyrir Tíminn er hlaupinn frá okkur núna. Í alvöru? Já, Vá. þetta bara svo fljótt að líða. En ertu búin að koma öllu að eða viltu bæta einhverju við? Bara endilega, fólk má fylgjast með Já. okkur á Mimra Road Trip Tour Já. og það er hægt að hlusta á Sinking Island á Spotify Já. og fleiri miðlum. Þannig að það verður bara rosa gaman að sjá sem flest á tónleikum. Já. Blönduós. Blönduós, Ísafjörður, Já. Hólmavík, Borgarfjörður og Akranes, Reykjavík. Við erum að húrra í Reykjavík 21. 21. júní. með Unu Stef. Æðislegt að fá því í þáttinn. Takk hérlega fyrir, María, og gangi þið svaka vel. Takk fyrir það. Þannig ljúkum við föstudagsþættinum. Hún ætlar að taka frumsami lag. Viltu segja okkur eitthvað um lagið? Já, það heitir Feathers Já. og það er þriðja lagið á Sinking Island. Ok. Annað skýrir sig bara sjálft, held ég. Ok. Kærar þakkir og við sjáumst að viku liðinu. Verðið sæl. It's dark and the distance is far. I can't hear your thoughts. It's been haunting me. I heard it's been hard and your heart is tied up in knots. Once in a while I'm glad just to hear your voice. You tell me it's okay. Hurt pride took its toll and you worry what they might say. Well, now is the time to leave it behind and let go, let go, let go. These feathers are yours for rising above. Just let go, let go, let go. You doubt that the past can be buried or left behind. You carry all within. New days lie ahead full of things that have never been. But it struck like a lightning and you never read the signs. It's been haunting you. You live fast and out loud in a mend for long lost times. Well, now is the time to leave it behind and let go, let go, let go. These feathers are yours for rising above. Just let go, let go, let go. Now is the time for traveling light. Just let go, let go, let go. These feathers are yours. Spread wings and take flight. Just let go, let go, let go. Let go, let go, let go. Have faith in the fact that they too reap what they have sown. One day you will find that there's freedom in